Hæ, ég heiti Viktoría. Ég iðnaðarverkfræðingur og hef starfað í svona stöðumumbótum í yfir 10 ár og í dag langar maður aðeins að fara yfir hvað þetta A3 er. Síðan er það verkefnisþristur. Ég verð að viðurkenna þetta er sá þristur sem ég nota oftast og þetta sniðmót sem við sjáum núna að það er það sniðmót sem ég nota oftast. Ástæðan fyrir því að þetta er einfalt og eins og ég sagði áðan með vandamálaþristin er að ég byrja vanlega bara með tómt blað og þegar í verkefni þá ger ég bara kross og byrja að skrifa mig. En það eru mjög mikið líkindi með þessum og vandamála vegna þess að oft erum við að tala að í vandamálaþristi þá eigum við að vera hér en erum hérna en í verkefnaþristi þá erum við hérna en við viljum komast þangað. Þannig að þetta er í rauninni svipað en þið sjáu það í verkefnaþristinum er ekki jafn mikil áhersla á greiningu. Þannig að það er svolítið dettur inn í bara núverandi ástand. Þannig að í verkefnaþristi þá er headerinn í rauninni svo sami. Þú ert með eiganda verkefninu, þú ert með hvenær byrjar hann, síðan ertu með umfangið, hversu langt ertu að horfa fram í tímann, 3-6 mánuði, hvernig er það, hver eru verkefni teiminu og hvert með þema. Þannig að þetta er nákvæmlega eins og áðan með vandamálaþristin. Síðan kemur bakgrunnurinn og þegar var verið að kenna mér þetta, þá var mér sagt, bakgrunnur á að vera þannig að þú ert að forgangsraða, þú ert að segja af hverju er þetta verkefni mikilvægara en öll hin verkefnin sem þú gæti verið að vinna. Þannig að þarna er gott að tengja við stefnu, tengja við, hvað er mikilvægt í fyrirtækinu, eru þið að tapa viðskiptavinum eða eru skjólstæðingar ekki að fást það sem þið vilja eða eru gæðavandamál, af hverju er þetta mikilvægasta verkefni sem þið þurfa að fara í. Þannig að þegar mér var kennt þetta var mér sagt, reyndu að lokka lesendan inn. Reyndu að segja honum af hverju er þetta mikilvægur heldur en öll hinn. Þegar við erum búið með bakgrunnin þá fyrir við í núverandi ástand og þá erum við bara eins og við varum í heilsuátaki að stíga á vigtina í janúar. Þetta er kannski ekki skemmtilegast að maður er að fara og skoða bara, hvernig er núverandi ástand, maður fer og skoðar ef þetta er framleiðsluferli, fer og skoðar í tölvunni eða á sjúkrahúsinu, maður er bara að skoða nákvæmlega hvernig er núverandi ástand, fá gögn og slíkt. Þegar maður er síðan komið allt þetta þá setur maður sér framtíðarástandi. Þannig að hvernig myndi maður sjá þetta fyrir sér ef allt væri í lagi? Hérna finnst mér best að reyna að ímynda sér að maður reyna að loka ykkur gati. Þannig að segjum sér svo að verkefni væri að við vildum stytta uppsetutíma á einhverju vél hjá okkur. Þá í núverandi ástandi þá getum við sagt hvernig ferlið er, við getum sagt hvað verður margir starfsmenn og allt þetta sem skiptir máli. Síðan í framtíðarástandinu þá getum við sagt, ef við gerum þetta, þá sparar það okkur 2 klukkustundir og þá gerir þetta svona. Ef við gerum þetta, þá sparar okkur 3 klukkustundir. Þannig í rauninni lokin á framtíðarástandinu, þá myndum við sjá greinilega hvernig við ætlum að loka þessu gati sem við tölum í bakgrunni og núverandi ástandi. Síðan koma aðgerðirnar og þá er bara listað upp allt sem þarf að gera til þess að sjá framtíðarástandi gerast. Og þarna alveg svo í vandamálaþristinum það er einn eigandi, skýr ábyrgð, það verður helst að vera í verkefnateyminu, það verður að vera ákveðin tímamörk og svo fer ég yfir stöðuna á vinnsluföndum. Og þið sjáu þarna hvað mælikvarðir er en lítill partur af þessu, en það er bara til þess að sjá, er verkefni að fara á réttan stað eða ekki. Og mér var alltaf sagt þegar það var að kenna mér þetta, allir hlutarnir þurfa að tengjast. Þannig að ef við værum að tala heilsuátak í bakgrunni að ég vildi grennast eða whatever, þá færum við framtíðarástandi ekki að tala að ég vilji fara að tannbursta mig oftar á dag. Tengist þið ekki. Þannig að það verður að vera samræma milli allra hluta og maður verður líka að geta hugsað, ef ég klára þessa aðgerðir, næ ég framtíðarástandinu. Ef ég næ framtíðarástandinu, kem ég vekk fyrir núverandi ástand og muni þá loka þessu gati sem var í bakgrunni. Það var líka annað sem ég hef kennt er að þetta á að vera skemmtilegt að lesa, þetta á ekki að vera ykkur þurrlestur og fólk á að vita af hverju þetta er mikilvægasta verkefni sem maður á að fara í. Nú ég hef séð svona þrista í tölvu með pínu litlu letri, það er ekki gott, þá er þau bara að reyna að moka upplýsingum sem kannski skiptir ekki öllu máli inn og þá er það ekki í rauninni þá er rauninni vitið ekki hver kjarni A3 er sem er að flokka upplýsingar.